Góðan daginn, öllsömmul. Ekki bara loka hurðinni og bara byrja. Sigurður Björnsson heiti ég og ég starfsmaður Rannís og stýri þar rannsókn á nýsköpunarsviði og inn á því sviði rekum við 2 stærstu samkeppnissjóðir landsins sem boðið upp á styrki til rannsókna og nýsköpunar. Þetta rannsóknarsjóður annars vegar sem þá meira reyndar inn á svona grunnvísindum inn í háskólaumhverfinu og síðan tækniþróunarsjóður sem að styrkja nýsköpunarfyrirtæki eða sprotafyrirtæki. En þetta auðvitað bara hluti af þessu nýsköpunar eða stuðningskerfi sem við erum með. Við erum reyndar inn á Rannís, erum við líka með nýsköpunar sem námsmanna sem öflugur sjóður og nota bene hann minnkar ekki á næsta ári og ekki heldur á þessu ári, þannig að það mjög ánægilegt. Það eiginlega orðin undantekning því að það nú verið að skerða báða stóru sjóðin okkar. Það ekki búið að því, en það fjárlög sem sagt hafa verið lögð fram og þar lagður til niðurskurður. Og í rauninni voru fjáraukalög lögð fram í fyrrinótt og þar lagður til niðurskurður á fjármunum þessa árs meira að segja. Þannig að það svona verið að kroppa dálítið hressilega í sjóðina. En þeir samt í kringum milljarðinn á næsta ári, hvor sjóður sig. Nú, síðan þetta fleiri sjóðir. Nýsköpunarmiðstöðin með átak til atvinnusköpunar sem að styrkja svona einstaklinga, held ég, meira frekar en fyrirtæki. Svona minni styrkir en örugglega mjög öflugir. Og svo má ekki gleyma því að við erum með mjög öflugan sjóð sem að tengist sjávarútvegi sem heitir AFAFES. Ég man aldrei hvað AFAFES stendur fyrir. Aukið verðmæti sjávarfangs? Já, aukið verðmæti sjávarfangs. Þannig að ég held að þetta séu nú svona stærstu sjóðirnir. Ef við lítum á bara styrki til rannsókna og nýsköpunar. En síðan þetta stuðningskerfið öflugra. Við erum með Innovate, KLAK og Imbruna á NMI og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta ansi víðtækt net og hérna í málstofunni hinum megin þá myndi verið að tala stuðningsnetið og við vorum eiginlega sammála það að svona grunnstuðningur væri nokkuð öflugur hérna á Íslandi. Þannig að það auðvitað góða fréttir fyrir okkur sem að vinnum að því að þjóna kerfinu. En hér komum við fulltrúa, 4 fulltrúa sem að hafa notað kerfið, þekkja það og við erum með 3 reynslubolta og þið sjáu það bara á aldrinum hver hvað en við erum með 3 reynslubolta hérna og svo erum við með 1 ungling, það að segja ungan dreng og þau ætla að segja aðeins frá sinni reynslu þannig að ég ætla að geta hafa neinn orð það hvað þau að gera en það væri svona gaman að heyra hjá okkur aðeins fyrirtæki, stofnuð þess, hvernig var það til og auðvitað viljum við svona veltaði fyrir okkur hvernig þetta stuðningskerfi hefur virkað, hvernig það hefur þjónað ykkur og endilega krítisera kerfi líka, það alveg reynd, það leyfilegt þó ég standi hér uppi og síðan bara umræður og svona reyna að fjalla aðeins þetta kerfi almennt og sjá svona hvert stefnir. Ég get líka nefnt það að daginn var samþykkt ný stefna Vísinda- og tækniráðs. Það þetta apparat sem að leggur línurnar varðandi rannsóknir og nýsköpun í þessu landi hérna. Og þar áherslurnar á aukið fjármagn og aukin alþjóðavæðing og það aukning hér og aukning þar. Gallinn bara sá að hinn með við borðið þá sitja ráðherrarnir og skera niður en þeir reynda að sitja í þessu Vísinda- og tækniráði þannig að þetta alltaf merkileg staða. En nú ég komin út í pólitík og það best að vera ekki að tegja svo langt þar. Ég ætla að byrja á ykkur, þið myndir segja frá ykkar starfsemi, ykkar reglu og ég ætla að taka þetta í starfsningunum. Þannig að Ágústa, þú byrjar og svo það Benedikt, já, og Björn og svo Pétur. Ég ætla að fá að sitja henni stóra. Já,
þú situr auðvitað. Já, komið blessað og sæl. Ég hef heldur betur nýtt mér rannsóknarsjóði og tækniþróunarsjóði og allt þetta stuðningskerfi frá 1989 og ég heiti Ágústa Guðmundsdóttir og starfa hérna sem prófessor við Háskóla Íslands og ég er líka rannsóknarstjóri fyrirtækisins, líftæknifyrirtækisins Sæmtek. Nú þetta fyrirtæki að það sem sagt starfar á sviði sjávarensíma við einangrum ensím úr slógi, það er að segja viðbótarhráefni úr sjávarútvegi og við okkar megin áhersla fyrirtæki var stofnað árið 1996 af Jóni Braga Bjarnasyni prófessor og í dag erum við að framleiða lækningavörur meðal annars við örverusýkingum og ég held hérna á einni sem ég ætla að sýna ykkur á eftir og einnig húðvandamálum og sárum. Svo höfum við líka verið að framleiða snyrtivörur og til dæmis Pensím ef einhver kannast við það er eiginlega okkar fyrsta vara á markaði en þessi vara, hérna þessi lækningavara, hún kom á markað núna 2013 við öndunarfærasýkingum, það er að segja kvefi. Nú við höfum sem sagt ekki bara verið að vinna þessi ensím, heldur höfum við líka þróað efnablöndur því að það þarf að halda ensímunum á virku formi og hérna ensími til dæmis í þessari lausn er ekki nema 0,2% af heildinni og restin er sem sagt þessi efnablandar sem við höfum þá þróað, mjög margar mismunandi efnablöndur og það er mismunandi styrkur af ensíminu eftir því hvaða vöru við erum að framleiða og svo framvegis. Og við erum sem sagt með einkaleyfisvarða tækni sem að verndar okkur þá varðandi notkun þorskaensímanna í lyf, lækningavörur og snyrtivörur. Nú, grunnurinn sem sagt að Sæmtek, hann var lagður árið, ég held að hef nú reyndar verið sko í kringum 1980 sem grunnur var lagður að stóru rannsóknarverkefni á Raunvísindastofnun sem að fjallaði einangrun á þessum ensímum úr slógi en það var síðan árið 1985 sem má segja hafa orðið svona nokkurs konar líftæknibylting á Íslandi. Það höfðu verið veittir ýmsir sjóðir, það er að segja styrkir úr ýmsum sjóðum, kannski smá upphæðir, en síðan kom þessi stóri styrkur 1985 sem var eitthvað 30 milljónir og hann fór sem sagt á 3 staði og þar á meðal á Raunvísindastofnun þannig að það fór í gang heilmikil starfsemi þar og það var rannsóknaráð ríkisins þá sem að veitti hennar styrk. Og við erum sem sagt að einangra þessi ensím og ég kom þarna 1989 og fór að klóna genin fyrir þessi ensím og við vorum sem sagt fyrst og fremst bara í grunnrannsóknin til að byrja með en ætluðum síðan alltaf með þessi ensím að nota þau í matvælaframleiðslu. Og það er síðan árið, minni mig, 1995 sem að við höfum þá birt mjög mikið af vísindagreinum. Það er náttúrulega bara hluti af okkar starfi í akademíunni og þetta breska lyfjafyrirtæki hafði þá sem sagt séð okkar vísindagreinar og þeir voru þá með verkefni sem að þeir voru að þróa lyf úr ensímum úr ljósátu og vissu að við hefum þekkingu sem þá vantaði og það leita til okkar og byggði okkur að taka að okkur þetta verkefni og það er sett upp í rauninni aðstaða til lyfjaframleiðslu í verbúð út á Granda. Þetta er svolítið skemmtilegt hvernig þetta þróast og við fáum tæki fyrir sjálfsagt á núvirði fleiri 100 milljónir hugsa ég og við erum að vinna fyrir þetta fyrirtæki í 5 ár og okkur tekst að gera allt sem okkur var ætlað að gera en samhliða erum við að vinna líka að þorskaensímunum. Og það skemmtilega var að þorskaensímin í þeirra prófunarkerfum voru sem sagt öflugri heldur en ensímunum ljósótunni en þeir í rauninni voru bara á leiðinni á lyfjamarkað og þeim entist hreinlega hvorki fjármagni tími til að koma sínu
sínu verkefni sem sagt alla leið, þannig að þeir hættu starfsemi eftir 5 ár og við nautum góðs af því þegar við fengum gefis öll tæki og allt sem að þeir höfðu skilið eftir, þannig að semst, ensímtækni í rauninni, kannski má segja, stofnað upp úr þessu. Hvað gerist hérna? Já, ok. Og þarna erum við þá með tækjakost og allt sem þarf til, sem sagt, og við erum þá, fókusurum þá algjörlega á lyfja, líftækni og lækningavörumarkaðinn og sem sagt eru nú ekki komið langt varðandi lyfin, en við erum núna með þessa lækningavöru sem að, ég ætla bara að sýna ykkur, þetta er sem sagt, þetta er ekki lyf, þetta er lækningavara og hún virkar þannig að maður sprautar þessu í munnin og það myndast filma í munnunum og í filmunu eru sem sagt ensím sem að óvirkja kvefveiruna og þetta er byggt á klínískum rannsóknum og þetta er vara sem er á markaði í Svíþjóð, mun koma á markað hingað einhver tíma fljótlega, en við erum að þjóna þessum, kannski má segja, lyflækninga á heilsuvörumarkaði og þetta er náttúrulega sístækkandi og breytilegu markaður. Það er vandasamt að ganga í takt, sko við bara þarfir markaðarins, en það er mögulegt með alveg rosalega öflugur rannsókn og þróunarstarfi og það er það sem við höfum lagt gríðarlega áherslu og ég ætla bara núna kannski í seinni hlutanum að segja ykkur það að fyrirtækið er bara í vexti, það er í vexti og við höfum sem sagt nýlega fjölga starfsmönnum og við erum að flytja nýjar höfuðstöðvar sem eru þá GMP-vottaðar, þar að segja með lyfjavottun og við munum halda áfram að leggja áherslu á þessar lyflækningavörur og við erum núna í samningum með fleiri og stærri erlend markaðsfyrirtæki vegna þess að markaðssetning á svona vörum frá Íslandi er mjög vandasöm og eiginlega næstu ekki hægt í dag. Nú við ætlum að sjálfsögðu að fjölga einkaleyfum og við munum væntanlega fara á markað kannski árinu 2014. En aðeins mikilvægi tækniþróunarsjóðs og AFS rannsóknarsjóðs fyrir árangur ensímtækni, því að það er jú það sem að mér var ætlað að fjalla að þá er það alveg ljóst að styrkir sjóðsins hafa verið undirstaða rannsókna og þróunarstarfs hjá Scientech og afurðirnar sem sagt fyrir markað erlendis og hérlendis og þessi styrkir og þessar rannsóknir náttúrulega styðja við áframhaldandi sókn á nýja markaði og þessi styrkir eru bara hreinlega lífæð fyrir rannsóknir og þróun afurða Scientech. Viðbóta þekkingin sem fæst með þessum rannsóknum, hún styður líka við þessar vörur sem eru á markaði. Það er nefnilega öll viðbótar þekking, hún eykur bara trúverðarleika þeirra afurða sem eru á markaði. Það er einhvern veginn ekki í þessum bransa, það er einhvern veginn ekki til eitthvað sem er búið eða sem er lokið, skiljið. Það kemur alltaf til góða ný þekking, jafnvel þó hún sé á einhverju annarri vöru. Og sem sagt, og þetta er líka, reynsla okkar er líka svo að rannsókn og þróunarstarfið hjá okkur með styrk frá rannsóknarsjóði er líka lykilatriði bara í vörn og sókn gagnvart yfirgangi erlendra samstarfs- og markaðsaðila vegna þess að þegar maður er komin út í þennan stóra heim þá er það ekkert elsku mamma. Það er bara barátta og þetta veitir okkur líka heilmikið afl þar, þá auðvitað þurfum fleira að koma til eins og erlendir lögmenn og allt það sem því fylgir. Nú við erum sem sagt þess að ég sagði ykkur nýlega búin að ráða hérna 3 doktorsmenntaða sérfræðinga og þannig hefur okkur tekist með styrk frá Tækniþróunarsjóði til að fá sérfræðinga, bestu sérfræðinga á sviðinu til landsins til að starfa með okkur og styrkir hafa ennfremur gert ensímtækni kleift að byggja upp sem er ekki síður mikilvægt í markaðslegu tilliti bara skráningakerfi og gæðakerfi fyrir lækningavörur og snyrtivörur sem að standast ströngustu alþjóðlega kröfur. Þetta
Þetta alveg ofboðslega orðið mikilvægt í markaðssetningu. Nú, ég get nefnt það til viðbótar, þar sem að kannski eykur líka á gildi það að nemendur í meistar- og doktorsnámi við Háskóla Íslands hafa fengið tækifæri til að kynnast líftækni og byggja upp þekkingu til framtíðar í samstarfi við Scientech, vegna þess að við erum jú í þessir styrkir sem eru veittir frá til dæmis Tækniþróunarsjóði í samstarfi við háskólan. Og líka bara niðurstöður rannsókn okkar hafa verið birtar í alþjóðlega viðurkenndu vísindaritum og þetta skiptir mjög miklu máli þegar maður í samstarfi við til dæmis lyfjafyrirtæki. Því að lyfjafyrirtæki þau skoða litteratúrin, þannig að þau fylgjast með því sem að gerast. Þannig að öflugt rannsókna- og þróunarstarf innan nýsköpunarfyrirtækja veitir bara forskot á þessum stóra og síbreytilega markaði og hann hefur bara beint nýsköpunargildi og markaðsgildi. Og ég segi bara lokum, hugvit byggt á þekkingu sem aflað með rannsóknum forsenda framfara og aukinna verðmætasköpunar í atvinnulífi og þó sérstaklega ég að tala líftækni. Takk. Já, takk fyrir Ágústa. Ég ætla bara að hella mér í næsta viðmælanda og það Stafrósar Röð. Hann lofaði að koma hjólandi hérna inn í salinn en svo var hann ekki í réttum skóm, merkilegt nokk. En ég baði hann að koma með vöru með sér, eitthvað sem væri sýnilegt. Stundum erum við að þróa vörur sem eru óáþreifanlegar. En það er líka gaman að geta skoðað hvað fólk að gera. En ég talaði hér að vera 3 reynsluboltar og þannig að undirtekningin Benedikt. Þannig að hann tiltölulega nýr í þessum bransa, búinn að vera frá því 2008, eða ekki? Eða 9? 11, nú, hann nýr. En eitt af því sem við höfum þetta séð og tekið eftir í okkar starfi að þetta langhlaup, þetta tekur langan tíma. Sumir koma og sækja styrk og segist ég ætla að vera búinn eftir 2 ár og ég verður orðinn moldríkur eftir 3 ár og svo framvegis. En þetta tekur miklu lengri tíma og eins og þið heyrðuð á Ágústu, hún búin að vera að frá því í byrjun 9. áratug. Og líftæknin það 10-20 ára langhlaup. En þú ætlar að gera þetta skemmri tíma. Benedikt, það segja frá því hvað þið verið að gera. Þetta tekið upp, já. Hljómandi. Þetta virka? Já, þetta virka. Ég myndi nú láta þetta ganga hérna, þetta væri ekki svona ísið hérna. Ég veit ekki best að lesa þetta. Jú, þú kannski lætur þetta einmitt. Jú, þú getur látið ganga. Ég fá að fara með nótuna hérna. Þú getur halda á pappírnum. Já, hérna eins og fram hefur komið, þá heiti ég Benedikt Skúlason og framkvæmdastjóri Lauforks sem nýsköpunarfyrirtæki stofnað í kringum nýja hugmynd að fjöðrunarbúnaði fyrir reiðhjól. Þú sjáðu ekki, sé hvernig þetta kemur út á hjóli hérna síðan, skoða þetta betur á eftir. Já, þetta þessi tengdur líka. Hljómandi, jú, flott. En já, fjöðrunarbúnaður Lauforks mun léttari og endingabetri heldur en það lausnir sem voru til á markaði fyrir og í því felast gríðarleg tækifæri. Það skal kannski tekið fram að þvert á það sem margir halda, þá hjólamarkaðurinn engin krúttmarkaður. Árlega seljast 60 milljón hjól í heiminum, hinum vestræna heimi. Og nú skiptast reiðhjól auðvitað í ýmsar undirtegundir, fjallahjól, götuhjól, borgarhjól og svo framvegis. En miðað við það móttökur sem fyrsta vara lauf, þessi sem þið haldið á hérna úti í sal, hefur fengið, ljóst að lauf býður upp á gríðarlega hentuga einkaleiða varnarlausn fyrir alltaf 37% þessara 60 milljón hjóla. En það 22 milljónir hjóla á ári. Það gefur því augaleið að markaðsleg tækifæri lauf af stjarnfræðilegri stærðargráðu. Það svo komið í dag að þú gengur inn í high-end hjólaverslanir til að nefna einhver dæmi, Suður Kóreu, Noregi, Brasilíu eða Þýskalandi. Þá allar líkur á því að þar þekki menn til Lauforks og bíði spenntir eftir að fá að prófa eintak. Lauf hefur á þessum stutta tíma, 2,5 ári, að tilstuðlan styrkja frá Rannís
farið úr hugmynd yfir í fyrirtæki sem farið að selja vöru á heimsmarkaði. Fyrirtæki sem rignir yfir fyrirspurnum frá keppnishjólreiðamönnum, dreifingaraðilum og hjólaframleiðendum út allan heim. Svona sem dæmi þá hefur nú bara á síðustu dögum skrifað undir samning við dreifingaraðila sem sagði við okkur af því tilefni "The more I ride the láf, the better I like it." Og þetta engin smá orð komandi frá fyrrum atvinnumanni í hjólreiðum sem fannst gaffallin frábær frá fyrsta prufutúr. Og svo var hann núna á föstudaginn síðastliðinn sem mjög stór og leiðandi hjólaframleiðandi setti sig í samband við okkur og sagðist sjá huge potential í því að bjóða upp á hjól sín með laufgafli í vörulínu sinni. Öll sú uppbygging sem átt sér stað hjá Lauf að miklu leyti styrkjum Rannís að þakka. Ég hef alveg heyrt mótrök styrkjakerfa á borð við þau sem Rannís rekur. Þar eru helstu rökin gjarnan þau að ef hugmynd góð og vel að henni staðið, þá ætti hvort eð alltaf verið hægt að fá inn hlutafé á sanngjörnum kjörum. Það kann að vera samkvæmt einhverjum grunnkúrsum í hagfræði, þá sé þetta rétt, en að fenginni reynslu get ég hins vegar fullyrt að það að finna heppilega fjárfesta í frumkvöðlaverkefni gríðarlega tíma- og orkufrekt ferli. Svo tíma- og orkufrekt að það eru talsverðar líkur á því að góðar hugmyndir séu þar með kæfðar í fæðingu. Þú getur verið með mjög góða hugmynd og hæfa aðila til að hrinda inn í framkvæmt, en það að finna réttu fjárfestana og selja þeim hugmyndina svo allt annar handleggur. Fjárfestar eru einfaldlega yfirleitt áhættufælnir að þeir eru ekki tilbúnir til að fjárfesta í fyrirtækjum sem að slíta barnaskónum. Að auki fylgir því óumflýjanlega talsverð vinna fyrir frumkvöðla að hafa flókið eignarhald af fyrirtækjum sínum. Því ákaflega verðmætt fyrir íslenskt samfélag að geta boðið frumkvöðlum upp á skilvirka leið til fjármögnunar á fyrstu stigum frumkvöðlastarfs, svo frumkvöðlar geti fókusera meira mæli á afurðir sínar og þannig komist hratt og örugglega af stað með verkefni sitt. Fyrir frumkvöðlum þetta nefnilega oft spurning það hvort hann eigi að þora að hætta í þeirri öruggu vinnu sem hann í og satsa full time á verkefni sitt. Ég get sagt ykkur að sjálfur hefði ég átt erfitt með að yfirgefa skjól stimpilklukkunnar og hella mér út í Lauf full time ef verkefni hefði ekki hlotið styrk frá Rannís. Svo, þegar stokki hefur verið af stað og fyrstu niðurstöðu verkefnis lofa góðu, þá í kjölfarið hægt að huga að því að taka inn meira fjármagn í formi hlutafjár. En þá lítur dæmið allt öðruvísi við en það gerði þegar lagt var af stað út í óvissuna. Nú ætti verkefni að vera orðið betur mótað og því auðveldara til kynningar fyrir hefðbundum fjárfestum. Auk þess sem það réttlætanlegt að leggja talsverða vinnu í leita fjármagni á þessu stigi, því hægt að sækja tiltölulega háar fjárhæðir sem fleyta það fyrirtækinu eitthvað áfram að viti. Fyrir utan þessi skilvirkni sjónarmið svo augljóst að það að frumkvöðull haldi sæmilegu eignarhaldi í fyrirtæki sínu eykur drifkraftin hjá honum til muna. Drifkraftin til þess að láta fyrirtæki vaxa og dafna og þannig skapa eftirsóknarverð störf og fá inn gjaldeyri. Út frá reynslu okkar í Lauf Forks get ég fullyrt að styrkir Rannís til nýsköpunar alveg ómetanlegir fyrir frumkvöðlastarf í landinu. Ég get fullyrt að án tilstuðlan Rannís þá satt best að segja alls óvíst að nokkuð hefði orðið úr hugmyndinni hjá okkur. Það minnsta alveg ljóst að án styrkja Rannís þá var verðmæti Lauf Forks ekki í dag að komast að það stig að vera mælt í milljörðum frekar en milljónum. Takk fyrir. Takk fyrir Benedikt, þetta var fróðlegt. Þetta var athyglisvert líka að því hann frá 2011 að auðvitað hugmyndin eldri og Benedikt vann hjá Össuri þar sem voru einmitt að þróa blaðfjaðrir fyrir gervifætur. Þannig að þetta svona spin-off, þetta mjög skemmtilegt spin-off út úr öðru fyrirtæki og það það sem við viljum gjarnan fá að sjá líka. Björn Örvar, hann búinn að starfa með okkur lengi, hann hefur starfað með okkur í fagráði og svona lagt mikla vinnu í það að vinna með okkur í Tækniþróunarsjóði, þannig að við getum í rauninni þakkað honum líka einhver leyti fyrir það hvernig sjóðurinn hefur þróast, en samt náttúrulega hans aðal verksvið það að þróa fyrirtækið og koma orfinu á laggirnar og það búið að vera langhlaup. Ég held að fyrstu styrkirnar hafi komið úr gamla Tæknisjóði inn í Rannsóknastofnun landbúnaðarins þar sem hann starfaði, þannig að þetta svona ákveðið ferli og það það sem að okkur finnst mjög skemmtilegt að geta fylgst með að fólk byrjar kannski í rannsóknarsjóði, í grunnrannsóknum og þetta heldur áfram. Það sjáum við bara mikilvægi þess að fjármagna grunnrannsóknir alveg eins og að vera fjármagna nýsköpun. Í
stundum heyrum við það að okkur erum að fjármagna grunnrannsóknir, það kemur ekkert út úr þessu, einhver skýrsla upp í hillu. En það bara ekki þannig, þetta samfellt ferli. Björn, þú vildir aðeins segja frá þinni reynslu og hérna, ég teka fram að það óþarfi við að hæla okkur svona óbúslega mikið frá Benedikt og því að... Þetta bara sannleikurinn. Já, en gjör svo vel. Já. Já, takk fyrir. Nú svona rétt í byrjunu svona aðeins að útskýra hvað við erum að gera. Við erum sem sagt að nota erfðatækni til að framleiða í plöntum svokallega frumuvaka sem koma upphaflega úr manninum. Og þessi frumuvaka við notum bæði sem sagt eru seldir í læknisrannsóknir og hins vegar til að þróa húðvörur. Og við erum sem sagt fyrsta fyrirtækið í Evrópu sem setur vöru á markað sem byggir á plöntuerfðatækni. Og við erum fyrsta fyrirtækið í heiminum sem setur vöru á neytendamarkað sem byggir á þessari tækni. Nú fyrirtækið var sem stofnað 2001 af okkur 3 frumkvöðlum og hugmyndi var svo að þróa nýtt framleiðslukerfi sem gæti keppt við bakteríur og spendýrafrumur í því að framleiða flókin prótein. Ég ætla ekki að fara meir út í það. Nú þetta líftæknin sem sagt mjög áhættusamur rekstur eins og við höfum mörg dæmi um. Þetta langur vöruþróunarferill, getur tekið 12 til 15 ár ef vel gengur frá hugmynd til markaðar. Síðan það annað, þessi fyrirtæki þau þurfa að ganga í gegnum svona ákveðið transition, þau þurfa að breyta sér úr því að vera púra rannsóknarfyrirtæki eða rannsóknareining og rannsóknarstofa yfir í það að vera fyrirtæki sem bæði með, eða sem með sem sagt rannsóknir, framleiðslu, gæðakerfi og sölu og markaðsstarf og þessi yfirfærsla getur oft verið mjög erfið hjá líftækni fyrirtækjum. Það kannski of mikið að vísindamönnum innanborðs, þannig séð. En þetta hins vegar verður að gerast. Nú síðan að því við erum að tala um erfðatækni þá þetta oft umdeild tækni. Við þekkjum umræðan íslenska erfðagreiningu, gagnabanka og stofnfrumur og erfðabreytingar. Nú en hins vegar uppsæti getur verið mjög mikið og þið kannski vitið það, Decode var keypt fyrir hvað 3 árum síðan á $10 milljón en selt í fyrra fyrir $420 milljón. Þannig að uppsæti getur verið mjög mikið í þessu. Nú þessi langi ferill, hann þýðir einfaldlega það að frumkvöðlar verða að halda kraftinum og eldmóðunum í mjög mörg ár og það getur verið erfitt að vera með fullur af eldmóði í 12-15 ár. Nú síðan þurfa fjárfestar að vera mjög þolinmóðir ef mann á annar borð tekst að draga inn einhverja fjárfesta eins og Benedikt var lýsað hérna áðan. Nú síðan eru líftækniverkefni mjög frek á styrki og ég tók aðeins saman út af þessum fundi hérna að tækniþróunarsjóður eða Rannís og sérstaklega tækniþróunarsjóður og Eurostar búið að kosta það bil 7,9% af heildarfjármögnun orf á 12 árum. Þannig þetta hljóma kannski í lág prósenta en hún skiptir öllu máli fyrstu 5-6 ári á fyrirtækinu, hreinlega öllu máli. Og til samanburðar þá vorum við að verja á síðasta ári það bil 140 milljónum í rannsóknir og þróun. Nú, þannig að þetta fjármagn hefur skipt gríðarlega miklu máli fyrir okkur, ekki bara fjármagn, heldur líka það að fá í rauninni að verkefni okkar fóru gegnum faglegt mat hjá Tækniþróunarsjóði og það fjárfest að horfa til slíks mats. Nú, síðan náttúrulega hefur skipt miklu máli þessi endurgreiðsla og rannsóknarkostnaði sem hefur komið frá ríkinu og vonandi helst það eitthvað áfram. En það hins vegar með þessi fyrirtæki eins og mörg önnur tæknifyrirtæki, það hægt að draga úr áhættunni sem felst í þessum í slíkum fyrirtækjum. Það til dæmis mjög mikilvægt að kortleggja vel IP-umhverfið, landslagið. Það mjög mikilvægt að úthýsa eins miklu og hægt ekki að reyna að gera hlutina sjálfur ef einhver annar hann úti, jafnvel erlendis getur gert þetta miklu hraðar og fyrir miklu minna fé og þetta held ég sé oft vandamál á Íslandi. Við úthýsum alls ekki nægilega miklu, sérstaklega í rannsóknum. Nú síðan verður starfsfólki að vera tilbúið að skipta hlutverk. Ég meina við erum núna með framleiðslustjóra sem byrja á því að klóna gen, svo dæmi sem tekið. Fólk verður að vera tilbúið að skipta hlutverk. Nú síðan ætla ég aðeins að nefna annað að það mikilvægt vegna þess að þessi ferill svona langur að fólk sé að við séum með radarinn í gangi, að við breytum áherslum ef að
bara markaðsaðstæður og aðra aðstæður bjóðu ekki upp á annað, að vera samt stöð með radarinn í gangi. Og þarna skiptir máli það sem við til dæmis gerum, við leggjum mikla áherslu á, við erum með svona svokallega parallel vöruþróun, við erum með vöruþróun á svona high-risk vörum sem eru allar vörur sem fara inn í læknisrannsóknir, við erum að fókusera á stofnfrumulækningar, þetta eru high-risk vörur. Og svo þróum við líka low-risk vörur, við getum kallað á low-risk, og það er í rauninni húðvörur. Og þetta hefur skipt gríðarlega miklu máli fyrir okkur vegna þess að með góðum árangri í þessum low-risk vörum að þá getum við fjármagna mjög fjárfrek verkefni í high-risk vörum. Þannig að við notum mörguleyti húðvörurnar og árangur þar til að fjármagna önnur verkefni sem taka miklu lengri tíma. Nú, við sem sagt settum á markað fyrst á Íslandi húðvörur undir vörumerkinu EGF og það hefur gengið mjög vel hér á landi. Síðan náttúrulega Íslandi er lítill markað, þannig að okkar fókus er fyrst og fremst núna á erlendum markað og það er þessi vara hérna sem við köllum Bioeffect húðvörur sem innihalda þessa frumuvaka eða þessa vaxtaþætti sem upprunalega komu manninum. Þetta er vara sem er í algjöru sérstöðu á erlendum markaði. Og við erum nú þegar búin að setja hann á markaði í yfir 20 löndum og vöxturinn á undanfarin 3 ár hefur verið mjög hraður og við sjáum fram á það að við erum að geta vaxið töluvert mikið á næstu árum bara í gegnum húðvörurnar og þarna kannski vildi ég nefna það ef við erum að tala um stuðning og annað slíkt við fyrirtæki og svo framvegis. Erfiðasta eitt er að þróa vöru og stunda rannsóknir en kannski það sem er erfiðasta uppistæði það er markaðssetningin og það er að hitta inn á, það er að velja markaðsleiðina og markaðssvæði og hitta inn á góða dreifiaðila. Við erum búin að ganga í gegnum marga dreifiaðila núna undanfarin 3 ár en við erum sem betur fyrir svona farnir að vinsúr og komnir með mjög góða dreifiaðila. Og við sjáum bara til dæmis núna að sem dæmi hvað dreifiaðilar skipta miklu máli. Við fórum með okkar vöru inn í Suður-Afríku núna í júní og á örskömmum tíma er Suður-Afríka að verða okkar besti markaður, jafnvel betri en Þýskalandsmarkaður. Og það er bara vegna þess að þarna hittum við inn á mjög góðan dreifiaðila. Og það er í rauninni núna vöxturinn náttúrulega í Asíu, sérstaklega í húðvöru, það vaxtamöguleikarnir í Asíu og þá kem ég að þessu, Asíu er langt í burtu og þá í rauninni skiptir máli að hafa eitthvað batteri staðsett í Asíu til að aðstofa fyrirtæki eins og okkar og fleiri í að markaðssetja þar og það kannski ég vildi nefna að var þetta sendiráðin. Við höfum kannski ekki mikið með sendiráð að gera í Evrópu en við höfum mjög mikið með góð sendiráð að gera í fjarlæga löndum eins og Japan og Kína og Indland og svo framvegis. Þannig að það hefur til dæmis hjálpað okkur mikið í Kína, sendiráðið þar og að byggja upp í rauninni þennan hlutverk viðskiptafulltrúans í löndum sem eru mjög langt í burtu eins og Asía. Ég myndi leggja mjög mikla áherslu á það. En sem sagt þetta er fyrirtæki sem er svolítið skítsófrenni í eðli sínu núna. Við erum sem sagt annars vegar í þessum fókusera á sem sagt stofnfrumu rannsóknir og hins vegar erum við í hégómabransanum sem eru þessar húðvörur okkar og anti-aging vörur og svo framvegis en það er mikilvægt að okkur takist að samræma þetta. En ég vil bara þú vildir ekki við hrósu Rannis en ég meina ég verð bara að taka það fram að þetta fyrirtæki það væri ekki statt á þeim stað í dag sem það er án tækniþróunarsjóðs. Þannig er það bara. Það skiptir bara gríðarlega miklu máli. Takk fyrir. Takk fyrir Björn, ekki láta að ganga bara milli. Konurnar þekkja þetta náttúrulega alltaf ekki. Nú, þá er komið að Pétri sem að er framkvæmdastjóri Nox Medical og þó svo að Nox Medical hafi ekkert óbáslega gamla kennitölu að þá er á Nox Medical forsögu sem ég held að ágætt að Pétur kannski segja okkur líka frá því að þar erum við líka að horfa á dálítið skemmtilegt ferli þar sem að einn byrjar og
og kannski stoppar á meiri leið en þá þekkingin heldur áfram. Og það er sem ég hef oft sagt þegar við erum að fjárfesta í verkefnum, við köllum þetta fjárfesta, þó þetta sé bara styrkir, að við erum að fjárfesta í þekkingu, þannig að þó að menn leggja upp laupana, þó að menn þetta gangi ekki upp eins og þeir ætluðu í byrjun, og það er mjög sjaldan sem það gerir það gangi upp eins og menn ætluðu. En stundum að þá bara koksa menn og verða að loka, og það er þetta ákvörðun sem að menn þurfa að taka og eiga að taka. En við hjá okkur í Tækniþróunarsjóði við segjum þetta er ekki glötuð fjárfesting vegna þess að við erum búin að fjárfesta í þessu mannskap og hann fer og gerir eitthvað annað og það verður eitthvað nýtt spin-off til. Þannig að enda náttúrulega er það bara eðli sjóðs eins og Tækniþróunarsjóðs að taka áhættu. Ef það væri ekki áhættu þá getum við bara að fara í banka og fengið lán. En Pétur, gjör svo vel, þú Þórir, hvernig viltu hafa þetta? Ég ætla bara að standa hér og taka þið mér til fyrirmyndar. Ég heiti Pétur Már, framkvæmdastjóri hjá Nox Medical. Ég held að sé hárrétt nálgun sem Sigurður að talandi styrki eða fjárfestingu. Ég er algjörlega sammála því að horfa á þetta sem fjárfestingu af því það er það sem að kerfið er. Þetta er fjárfesting í framtíð og þetta er fjárfesting í tækifærum og þetta er fjárfesting í því sem að mörg ykkar hafa heyrt talað McKinsey skýrsluna. Það sem að McKinsey ráðgjafa fyrirtækið fengið til að segja hvernig ætlar íslensk þjóð að lifa af í því umhverfi sem við búum við í dag með takmarkaðar auðlindir sem eru sjávarútvegur, orkusektorinn okkar eins og hann sem er takmarkaður líka og þeir segja að þetta er ekki flókið. Af þeim 1000 milljörðum króna sem eru þjóðarframleiðslan okkar þá þarf hún að tvöfaldast yfir 30 ár til þess að geta staðið undir sömu lífskjörum eða 4% hagvexti á ári og það þarf að skaffa eitt stykki nýja 1000 milljarða inn í kerfið. Það er jafn mikið þú kemur öllum sjávarútvegi, öllum túrismanum okkar og öllum orkusektor og svona kannski það skiptir svona cirka 25 og 25 úr öðru. Og það verður enginn svarað í hvað er þetta hitt, hvaðan eiga þessir 1000 milljarðar að koma og ég held að það sé akkurat kannski það sem er undirstaðan hér, að það er verið að hvetja til og styðja við frumkvöðla umhverfið sem skapar þær tekjur sem að við þurfum á að halda til að byggja hér upp öflugt samfélag. Þetta er ekki fjárveitingar til einhverja vísindamanna sem er að hræra í tilraunaglasum einhvers staðar upp í sveit eða mála krukkur eða prjóna lópapeysur. Þetta er fjárfesting í framtíðinni og það held ég sé svolítið atriði að það má ekki líta á þetta eins og sumir hafa heyrt sem einhvers konar styrkja eða ölmusu kerfi til þess að þjóna einhverjum hégum. En hvað er það? Ég ætla nú ekki að tala um kerfið. Já. Góður mæk hann að detta út á Ég get nú bara að tala hærra sko, þannig að... Ég held samt að... Er þetta betra? Þetta er ljómandi gott. Nú, Nox Medical er mjög merkilegt fyrirtæki, eins og Sigurður sagði, þá er ekki hægt að segja sögu Nox Medical öðruvísi heldur en að hverfa aftur til ársins sennilega 1993 eða 4. Þá var ungur maður sem hét Helgi Kristbjarnason sem stofnaði fyrirtækið Flögu eða Flaga sem að sinnti svefnrannsóknum og það er það sem Nox gerir í dag. Við erum að framleiða vörur, tæki og hátæknilausnir til að greina svefn og svefntruflanir. Því eins og við kannski flest vitum að þá er það þannig að svefn er ekki bara svona on-off eða kveikt slökkt fyrirbæri. Það er mjög flókið ferli sem á sér stað í höfðinu á okkur og líkamannum. Og ef að við sofum ekki rétt og við sofum ekki eðlilega og nægjanlega mikið og í réttum mixi af djúpsvefni og draumsvefni, að þá erum við ekki upp á marga fiska. Í dag er svefnin talin svona eina af 3 grunnundustöðunum í okkar lífi. Það er næringin okkar sem er svona kannski ein þriðja af pítsunni. Það er physical fitness eða hreyfingin sem að skapar okkur velíðan. Og síðan er það svefn. Ef að þessar 3 grunnundirstöður eru allar til staðar og gert jafn hátt undir höfði og rétt, þá líður okkur vel. En hvað er það? Flaga var stofnuð 1993 af Helga Kristbjarnasyni til þess að breyta þá heiminum. Svefnrannsóknir höfðu fram að því verið unnar svona eins og á pappísritum eða svona eins og jarðskjálftamælum. Það voru nálar sem að skrifuðu á blað og úr einnar nætur svefni varð 800 blaðsíðna bók, þar sem að hálf mínúta rúmaðist á hverri blaðsíðu. Það verið að taka heilarit og öndunarrit og alls konar rit sem að menn rýndu síðan í og flettu þessum 800 síðum og tók marga klukkutíma að greina ástand sjúklinga. Þar var verið að horfa á mismunandi þætti en það sem er algengast eða stæðsta vandamáli sem við erum að glíma við í dag er svokallaður kæfisvefn
og þar verið að mæla í rauninni öndunar, hreyfingar og þess að þar. Nú Flaga óx úr grasi, var mjög stórt fyrirtæki. 2003, 2004 og 2005 að þá voru komnir, það voru vel á annað 100 starfsmenn starfandi hér á Íslandi í þróun, fyrst og fremst þróun, framleiðslu, jafnframt og vélbúnaðar og hugbúnaðarþróun. 2005 að þá sest í stól framkvæmdastjóra hjá þessu fyrirtæki Bandaríkjamaður sem að kom til Íslands og sá ekki það sem að við sáum kannski, ég starfaði nú hjá Flug á þessum tíma. Hann sá hér umhverfi sem að var honum framandi, hann sá ekkert vitið í að reka þetta fyrirtæki á Íslandi og nánast eins og hendi verið veifað að þá senda hann þessa ágætu menn sem þar hjá fyrirtækinu störfuðu, allt hugbúnaðarteymið eins og að lagði sig bara heim og sagði þeim upp störfum og á 12 mánuðum að þá lagðust öll þessi 120 eða 130 störf af á einu bretti. Og það sjálf sér skiljanlegt vegna þess að hér var ekkert sem að, það var ekkert vit í því að reka svona fyrirtæki á Íslandi. Það var verið að framleiða vörur einhvers staðar út á útjara, markaðurinn annars var í Evrópu, hins vegar í Bandaríkjunum, styrkja umhverfið ekkert. Það var ekkert sem hvatti til þess að reka svona fyrirtæki hér. Í Kanada, þangað sem fyrirtæki var flutt, eða hugbúnaðarþróunin var flutt, það var 80% af þeirri þróun sem var unnin innan landamæra Kanada, hún var endurgreidd af kanadíska ríkinu vegna þess að ríkið einfaldlega sóttist eftir því að fá svona fyrirtæki til að reka sína starfsemi í því landi. Nú hvað það voru nokkrir þrjóskupúkar sem að þráuðust við og 7 af lykilstarfsmönnum Flugu á þróunarhliðinni, þeir stofnuðu Nox Medical í staðinn fyrir að fara inn eins og gera eins og allir hinnir, að þetta voru hámenntaðir verkfræðingar sem gátu labbað inn í hvaða banka sem var sjóðandi heitur af peningum og greiddi laun sem voru áttu sér hvergi hliðstæðu. Það gerðu þau ekki, þau stofnuðu Nox Medical til að taka næsta hring og breyta heiminum aftur og gera svipaða hluti og kannski voru gerðir áður en núna á nýjustu tækni og úrverður varan T3 sem er svona lítið tæki. Nox er í dag einnar vöru fyrirtæki. Þessi vara er framleidd í Kína eftir forskrift Nox Medical. Allar þær vörur sem við framleiðum þær koma hingað til Íslands. Ég held að sem meinu alveg svo sem leyfa þess að skauta hér í gegnum salinn. Einnig svona lítilli teygju sem við erum að framleiða líka með sem að er svona, því að þetta samanstendur af hátækni sem annars vegar og rekstrarvörum hins vegar. Þetta er svona belti sem þarf að reyra utan fólk til þess að mæla öndunarhreyfingar. Það var á langt mál að fara í gegnum það hvað þetta tæki gerir nákvæmlega. En hvað það? Framleiðslan er sem sagt öll í Kína, þróunin öll á Íslandi, en hver einasta vara sem að fer úr okkar höndum, hún fer héðan og í dag 5.000 svona tæki sem eru komin út í umferð og allir láti ekki nærri að það sé 1 milljón manna sem að gangi í gegnum greiningu á þessu tæki. Nú, það er ekkert flókið að segja frá því að á upphafsmetrónum þegar Nox Medical er stofnað þá eru þeir sem að leiða vagnin þar, Sveinbjörn Höskuldsson og Kolbrún Ottosdóttir sem að draga vagnin í teiminu, líta til þess að það þarf að fjármagna fyrirtækið og það er gert með umsóknum til Tækniþróunarsjóðs og í dag hafa 100 milljónir króna runnið til fyrirtækisins í formi fjárfestingar hins opinbera í fyrirtækinu Nox Medical. Í dag hefur fyrirtækið skilað 2.000 milljónum króna eða 2 milljónum króna í beinhörðum gjaldeyristekjum inn í íslenskt efnahagslíf. Á þessu ári einu eru tekjur félagsins milljarður og þó svo að það sé stundum þannig að það megi ekki tala það sem vel gengur og það sem vel er gert, að þá gengur glimrandi vel og fyrirtækið er rekið með fínum hagnaði að 25% af hverri krónu sem við öflum endar í hagnaði og þetta er mjög ábatasamt fyrirtæki. Það hins vegar ekkert leyndamál heldur að fyrirtækið hefði öllum líkindum aldrei geta komist á legg og orðið hvorki fuglafiskur, það er kannski einföldun að segja að það hefði ekki orðið til. En þeir fjármuni sem hafa runnið frá Tækniþróunarsjóði, þessar 100 milljónir, skiptu algjörlega sköpum í þeirri þróun sem hefur verið unnin. Og í dag erum allir við séum ekki búin að verja einhvers staðar á bilinu 800 til 900 milljónum króna í þróun fyrir þessa fjármuni sem hafa runnið til félagsins. Við erum búin að skila að öllum líkindum 450 til 500 milljónum króna aftur til ríkisins í formi tekjuskatts á þau laun sem við erum að greiða íslensku starfsfólki. Í dag starfa 30 starfsmenn hjá fyrirtækinu, þau eru ekki lengur 7, heldur erum orðin 30. Og af þessum, því þegar spurt hvort þetta sé í rauninni bara verið að ausa peningum í eitthvað fólk sem að hræra í tilraunaglösum eitthvað staðar inn á vísindastofu, inn á tilraunastofum eða eitthvað staðar út í sveit,
þá það ekki málið. Málið einfaldlega það að það vandfundin jafn arðbær fjárfesting, af því við köllum þetta fjárfestingu og okkur andum það og við virðum og erum mjög passasum á að líta þannig á að þeir fjármunir sem við höfum haft úr að spila eru fjárfesting hins opinbera sem okkur ber að skila aftur til samfélagsins og teljum að það höfum við gert. Og í rauninni kannski má segja að það hafi núna á þessu ári séu af þeim fjármunum sem renna til félagsins frá hinu opinbera í formi endurgreiðslu og þróunarkostnaði að þá skili 8 krónur sér tilbaka til ríkisins á þessu ári einu. Á næsta ári má láta nærri að þetta séu 14 krónur fyrir hverja krónu sem að renna til ríkisins. Það sorglegt hins vegar til þess að vita, það verið að skera niður endurgreiðslu og þróunarkostnaði og það svona ákveðið signal til fyrirtækja á borð við okkar og fleiri það hvaða stefnu stjórnvöld ætla að taka og hvernig menn ætla að fylla upp í þetta 1000 milljarða gat svolítið skrítið vegna þess að svolítið skondið að hugsa út í að því að ef við horfum í kringum okkur og lítum til þess sem að gerist í nágrannalöndunum horfandi á það að það eru hámark á endurgreiðslur frá hinu opinbera vegna þróunar hér upp á 25 milljónir króna. Í Noregi eru það 25 milljónir króna líka sem eru endurgreiddar til fyrirtækja vegna þróunar en það eru 25 milljónir norskar krónur. Þannig að það 20-föld svo upphæð sem að fyrirtæki geta fengið endurgreitt og af hverju það? Það einfaldlega vegna þess að þjóðríki sjá þessa fjárfestingu að því þetta fjárfesting í viðskiptatækifæri í international sektor sem að við höfum svolítið erfitt með að sjá hér upp á Íslandi að sé viti. En eins og ég segi, fyrirtæki gengur glimrandi vel. Það vissulega búið að ganga á ýmsu en samstarf okkar við Rannsóknar- og tækniþróunarsjóð hefur gengið glimrandi vel. Þau eru kröfuhörð á það sem þau þurfa að fá til þess að við stöndum okkar plikt en án þeirrar hjálpar hefði fyrirtæki held ég ekki komist þangað sem við höfum komist. Tíminn líður ef við verðum hætt að 11:40. Nú ætla ég bara að fá spurningar úr sal. Hafið ekki eitthvað, ekki forvitin að spyrja þessa öflugu frumkvöðla hér það hvernig þið hefur tekist að komast á þann stað sem þið í dag? Gjörðu svo vel, spurningar, orðið laust. Já, gjörðu svo vel, já. Lítill hnappar undir. Ég get svarað því að Nox snertir að við höfum við höfum skoðað það en við höfum einfaldlega ekki gefið okkur tíma til að fara þá vegferð. Bírókratían í kringum það er miklu meiri heldur en svo sem við erum til í að leggja á okkur að takast á við og við höfum í rauninni tekið ákvörðun að láta það ógert að fara þá vegferð. Já, bara það sem hann sagði, reyðilega. Nei, það bara okkur ekki fundist að vera tímans virði að leggja í það. En við erum ekki það margir starfsmenn, 4 starfsmenn og þetta kannski flókið umhverfi og ekkert sem við vitum til þess að við höfum að sækja þangað, þannig að við höfum ekkert lagt að stæða á vegferð. Já, hjá okkur þá vorum við hér árum áður með Norræna iðnaðarsjóðinn eða Nordisk Industrifond, styrki frá þeim. Við höfum síðan á síðustu árum gert 2 tilraunir með Evrópuumsóknir og ekki náð alla leið. En þetta eitthvað sem við munum skoða núna mjög vel í þessu nýja kalli, enda held ég að það sé miklu meira miðað við lítil nýsköpunarfyrirtæki. Það er bara sama svara eins og hjá Pétri að við höfum bara ekki lagt í það. Sjáum ekki svona okkar fjárfestingu koma tilbaka með þeim hætti. En það getur breyst. Nú eru þið búin að segja það hversu gott það að hafa tækniþróunarsjóð.
En sjáu þið eitthvað sem að þið myndu, eitthvað sem ykkur finnst augljóslega vanta í stuðningsumhverfi hérna heima? Já, ég get bara tekið sem dæmi sem rétt kom inn á. Mér finnst vanta sem sagt stuðning við markaðssetningu í fjarlægum löndum þar sem markaðurinn vex fyrst og fremst. Þetta miklu minna mál hérna í Evrópu en það hefur okkur gengið vel þar en í svona fjarlægum löndum það bara dýrt að fara þangað og þekkja kúltúrinn og svo framvegis. Þannig að það myndi ég vilja sjá miklu meiri stuðning. Já, ég get alveg tekið undir þetta hjá Birni. Það vantar náttúrulega algjörlega ekki bara fjármagn í markaðssetningu, það vantar líka bara mikla þekkingu. Það til dæmis á þessum vörum sem við erum að tala um, lyflækningavörur, snyrtivörur, það ekkert mikil þekking á markaðssetningu af því við erum fyrst og fremst að horfa til útlanda. Þannig að, og þá það líka rosalega mikið ferli að vera markað í útlöndu vegna sem að þarf líka alltaf að hugsa sín réttindi vegna þess að það svo auðvelt að missa tökin á hlutunum. Já, eins og ég kom inn á hérna áðan, þá rauninni þessi styrkir sem að Rannís að veita, þeir nýtast rosa vel við að koma fyrirtækjum á stað. Það sem að við höfum kannski, já við höfum komist í gegnum það, allt í góðu, en hérna sem að við rekja okkur á, það rosa erfitt að taka þetta næsta skref, að fara úr styrkjum yfir í að fá inn fjárfestingu. Og ég hefði kannski svona fyrirfram áður en ég vissi nokkuð, þá hefði búist við að væru kannski einhvern veginn í nýsköpunar stuðningskerfinu væru meiri tengingar yfir til fjárfesta, þannig að væri einhvers konar kannski, já, meiri stuðningur við það ferli að fara að leita fjárfesta. Ég hefði svona búist við því, en ég ekki að segja að ég viti hvernig þetta var útfært eða hvaða töfra lausn væri á því. Það kannski, pælingin auðvitað NSA, nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, það kannski svona það sem á að taka við, en það svona, ja, þeir kannski ekki haft miklum fjármunum að spila og tengingin þangað yfir hefur kannski ekki verið mjög mikil. Okkur áhrifir þá kannski fyrirtæki Nox komið yfir kannski, við erum orðið mjög tekjuskapandi og við viljum sækja fram og við viljum ráðast í enn frekari rannsóknir og þróun og það sem okkur finnst oft og gremst og finnst vanta einfallega skilning á hinu háa Alþingi og sérstaklega núna á því hversu mikilvægt það að líta á þetta sem tækifæri en ekki útgjöld hins opinbera og það einna helst það sem ég finnst skorta einfallega skilning hjá fólki sem á að hafa fulli burði til að skilja þessa hluti að það ekki verið að sko eyða peningum heldur verið að afla þeirra. Jæja. Orðið laust, gjörðu svo vel. Við höfum eina talning. Það ekki guðkvæmið sér rétt. 10:40 þá, 11:40 þá verður við ennþá. Þú voru nokkuð fyrir? Við höfum 2 minútur. Gjörðu svo vel. Munið það bara, það ekki oft sem við hafið 4 reynslubolta hérna. Það getur spurt á og leita ráða. Það miklu betra að leita ráða til þeirra heldur en okkar Björn Víkings. Björn Víkingur hinn tækniþróunarsjóðsmaðurinn, við kynnum á fólki. Kristín frá NMI, situr þarna og þetta svona þetta stuðningsumhverfi og Elísabet hún sér alþjóðar, þetta verður að spyrja alþjóðarsjóðar. Má ég kannski spyrja eitt í viðbót, þetta að því að við erum okkar hlutverk að selja þessa Evrópusjóði til ykkar því að Ísland greiðir inn í þetta og við viljum gjarnan að þetta fari í uppbyggingu hérna innanlands og sem hefur reyndar gengið mjög vel. Við höfum að fá hvað 66 milljónir evra fyrir þetta 7 ára tímabil og meðan við erum að leggja inn 50 milljónir. Við seljum þetta nú aðeins en einhver þjónusta, eitthvað sem að við gætum gert til að þið endurskoða þessa afstöðu ykkar til þess að taka þátt í og prófa? Eitthvað sem að... Já, eflaust, hvað það nákvæmlega, ég held að það sé kannski nákvæmlega eins og segir, að selja það og opna augu okkar fyrir því að við til að mynda höfum litið þannig á að endurgreiðslan, við réðum til okkur 3 dúxanóvun og raunvísindadeild Háskólans rafmagnsverkfræðinga sem að sinna mjög sértæku verkefni á sviði þróunar á algrímum sem við erum nú þegar búin að patentera til að greina svefn og svefntruflanir
þau verkefni getur verið miklu stærri í sniðum og kannski erum við ekki að hugsa nógu stórt, kannski erum við að koma betur að þessu en það er eitthvað sem þarf að setjast yfir og skoða. Ég myndi segja að það væri bara, kannski fyrst og fremst bara þessi sölumennska hjá ykkur og gagnvart okkur, að við vitum eftir hverju er að slægjast. Það er nú bara þannig, eins og segi, maður er ekkert lagt út í þetta því að maður er ekkert séð neitt í rauninni ljós enda á löngum göngum. Það er rauninni málið. Já, ég myndi segja bara hvers konar stuðningur við til dæmis bara aðstoð við að skrifa umsóknina. Það skiptir máli því að auðvitað kannski ekki þessi faglegi þáttur en það er bara svo margt annað og þetta er náttúrulega eins og þeir eru hérna að tala að þetta er auðvitað alveg rosalega mikil vinna og tímafrekt ferli. Ég man eftir því í fyrstu umsókninni sem að við sendum inn, það voru 2 starfsmenn, samstarfsmenn mínir, að vinna í 3 mánuði að gerð þessara umsóknar. Þannig að allur stuðningur og öll aðstoð er náttúrulega mjög vel þegin og myndi ýta undir það að maður færi út í þetta aftur. Kannski á hér við eins og kannski með innanlandsstyrki og styrkumsóknina. Mér finnst að mætti stytta eða einfalda ferli svolítið þannig að fyrst væri rauninni bara forval. Það sem þú hendir inn bara umsókn sem er ekki nema 1-2 síða. Og svo ferði gegnum þetta forval. Það er eins og Ágústa lýsir að setja 1 eða 2 starfsmanni 1 mánuð í svona umsókna og svo náttúrulega vitum að hitt reytið er kannski bara 10% eitthvað svoleiðis. Þannig að ég myndi mæla með líka sérstaklega varðandi Evrópusambandið. Það er tölum mikið mikilvæg SMI og ýta undir það og við höfum bara reynilega ekki upplifað það. Þetta mikilvæg SMI, þó við talum mikið það. Og þessu fylgir eins og Ágústa lýsir gríðarleg vinna þannig að forval, einhvers konar forval væri myndi ég leggja til. Sko það eru sum köll, sérstaklega þessi síðustu, þau hafa verið svona 2 þrepa. Þannig að það er hægt að senda inn fyrst einhvers konar og það er kannski mánuð að vinna eða eitthvað álíka sko, fyrir 2. Það er stundum komið fram að þessi allt og mikið vinna sækja í tækniþróunarsjóð, skýrslur og skópskjál og við gerum allt og mikið kröfur. Við erum algjörlega ósammála. Við segjum það að sá sem er búinn að leggja þessa vinnu að vinna gagnast óþýgur þá við styrkja. Og ég hef hérna dæmið það að fyrirtæki sem var sótt í Evrópustyrk fékk ekki og voru dálítið súrir yfir því að lögðu þetta miklu vinnu. En nú kemur það í ljós að erlendur samfélagsræðirnir sem eru núna að skapa tekjur, þeir komu vegna þess að þeir voru að sækja sameiginlega í Evrópustyrk. Þannig að það er stundum óbein vegna. Hvað segir þið um? Ég meina, er þetta rétt að gagnrýni að þessi ómikil vinna, ómikil skrifning er að setja um? Nei, ég er nú alveg teka undir með þér að þetta er mjög gagnlegt sko í sambandi við tækniþróunarsjóð. Það er bara miklu meira mál að sækja þessa Evrópustyrki en það er oft mjög gagnlegt og eiginlega bara mjög gagnlegt að fara í gegnum þessar umsóknir til tækniþróunarsjóðs vegna þess að maður þarf að fókusera náttúrulega miklu meira og þannig að það getur verið bara mjög gagnlegt og líka bara varðandi nýjar hugmyndir, að þróa nýjar hugmyndir eru einmitt líka sko nýjar hugmyndir sem eru samt markaðshæfar að það er líka mjög gagnlegt að fara í gegnum þessar umsóknir að mínu áliti. Já, ég er alveg sammála. Það er bara, þetta nýtist manni mjög vel þótt að sé kannski það vex manni í augum svona fyrst að sjá allar þessar fyrirsagnir og vita að maður þarf að fylla inn í þetta allt saman. En svo þegar maður gerir það, þá hjálpar að mann rosalega strúktúrera allar þær hugsanir sem maður var með í kollinum fyrir. Og ég ætla ekki að segja að það eru einhverjir vankantar auðvitað á þessu kerfi eins og öllu. Við skilum það sem mjög leiðilegt að fylla inn í þessi eyðublöð á netinu þarna, en ég ætla ekki að grenja yfir ykkur svona smáatriðum. Þetta tekur eina kvöldstund eða svo, en bara að mestu leyti er þetta bara mjög gott, því að segja. Alveg sama hér, fullkomlega eðlilegar kröfur og öllum hollt að gangi í gegnum það. Þetta er eðlilega áætlunargerð, en þú þarf líka að vita hvaða vegferð þú ert að fara út í þegar þú leggur af stað. Kæra þakkir. Nú er bara komið að
tíminn er búinn. Það var að opna hérna á milli. Bara kæra þakki fyrir að koma hérna og fyrir ykkur. Kæra þakki til ykkar að mæta og vera með okkur.